Sigurður Ragnarsson, sæll og blessaður. Já, blessað. Heyrðu, þú ert hérna við erum hérna stödd hjá þér í Kaffi Árhús. Jú, við erum hérna á pallinum, hérna við Kaffi Árhús, hérna við þessa yndislegu á, Ytri Rangá. Já, segðu mér aðeins frá þessum stað. Já, þetta nú sko, við keyptum þetta hér í vetur, 2 fjölskyldur. Já. Ég og mín fjölskylda og Árni Guðmundsson og Anna, hinn fjölskyldan. Og hérna við erum þá búin að vera núna rúmt hálft ár hérna að starfa. Já. Og bara spennandi og gott sumar nýbúið og það er svona ýmislegt í farveginu sem okkur langar til að gera. Já, það er búið að vera mikið að gera í sumar og ég hef allavega komið hérna nokkru skipti en það er yfirleitt fullt út úr dyrum. Já, það er búið að vera mjög mikið að gera og þetta hefur verið alveg fram á vonum og bara töluverð aukning og það er náttúrulega mikil aukning á ferðamenn til landsins og Suðurlandi virðist vera mjög vinsælt og þannig að hérna veitingastaðurinn hérna, hann hefur verið alveg geysilega vinsæll og hérna verundin, þetta hefur verið alveg í sumar, hún hefur verið alveg smekkfull af erlendum gestum hérna sem alveg hrífast ofsalega þessu umhverfi og ánni og það er náttúrulega voða gróðursælt hérna, þetta er margra áratuga ræktun sem er hérna komin hér upp og setur svona skemmtilegan blæ á þetta, þetta er svona, það er mikið skjól sem myndast við þetta og þetta er svona, já við teljum þetta að vera svolítið sérstætt sko hérna hjá okkur. Þetta er veitingahúsið og svo erum við 30 smáhýsi hérna við hliðina sem hefur gengið mjög vel að leigja út í sumar og verið mikið að gera og tjaldstæði náttúrulega líka, það er mikið að vera hérna og mikið svæði sem við eigum hér inn úr öllu sem við svona erum með mikið að skoða núna svona hvernig við ætlum að haga uppbyggingu það til framtíðar og þetta er mjög spennandi og þetta er virkilega gaman og jú auðvitað náttúrulega þetta er náttúrulega mikið hrossarækta hérað og við þekkjum náttúrulega mjög mikið að hesta með, þau koma mjög mikið til okkar og við erum einmitt með í hérna deglunni að reyna svona búa þannig í haginn að við getum tekið svolítið mikið að móti hópum erlendis frá og farið með á héraðið og farið kannski með á einhverja sýningar hér og gera svona, setja saman einhvern svona girnilega pakka sem að hérna þannig að þeir sjáu sér hag í það að koma hérna til okkur og heimsækja okkur og vera hérna. Það er bæði norðurljósinn og hrossinn og að veturnar og haustinn. Og þið eruð horfa svolítið til landsmóts 2014 er það ekki? Jú, við erum búin að vera með mikla spádóma í kringum það og okkur langar til að háa með næsta ári að vera með einhverja svona kynningar. Við erum kannski sínar og eftir svona það sem við erum að hugsa núna. Það er svolítið uppbygging á svæðinu þarna fyrir innan, það sem við erum með annan sal þar og sem við tókum í gegn í vor. Já. Viltu sýna okkur aðeins? Já, ef við ekki bara labba þangað og skoða. Já. Hvað er þetta mörg hús? Hvað getur hýst marga hérna núna? Við getum á sumrina getum við hýst 100 manns í húsum. Já. En á veturna þá verða svona 70 því að 23 einingarnar eru með sturtu og hitaveitu og öllu. Já. En ystu húsin sem eru svona gjarnan nýtt til svefnbókapláss, þau eru svona meira sumargisting sko. Já. Við erum svona lokum henni á veturnar. Já. En þetta er náttúrulega liggur alveg hérna með ánni hérna, þetta er allt svona í umlíkið miklum gróðri og þetta er ofsalega skjólsælt og skemmtilegt. Já, og skemmtilegt að vera svona við ána. Já, þetta er nefnilega, þetta er mjög sjarmerandi sko. Já. Og hérna er svo aðstöðuhús, hérna er sko, þarna sjáum við svolítið framtíðina hérna, framöndan hérna, húsinu hérna, hinum megin við okkur. Þetta er umverulega, í dag er þetta, hann erum við með 120 manna sal og neðri salurinn hérna, hann er fyrir tjaldbúa og sumarhúsagesti. Þar getur fólk umverulega eldað og vaskað upp og snætt og allavega. Já. Þetta er svona grillhús. En það er sem sagt, okkar draumur er að, og við erum þegar búin að hefja hönnun á því og það er það okkur langar til að byggja hérna, gera móttöku hérna, þetta fyrir burtu, hérna kemur svona 2 hæða, þetta kemur sem kallar móttaka, það er reception og hérna tengibygging sko inn í salinn, 120 manna. Já.
Og svo inn í hótelbyggingu sem við erum með núna á teikniborðinu að setja á þessa grasflöt hérna. Hérna kemur 25 herbergja hótel sem kemur alveg hérna út flötina, sko. Já. Ég hugsaði skjólið og hvað þetta er notalegu staður, sko. Setja þar heita potta líka. Já. Og hér er ætlunin að byggja 25 herbergja hótel með rúmgóðum herbyggjum. Þetta eru 24 fermetra herbyggi og með góðum böðum og góðum rúmum og hafa þetta rúmgott og hafa þetta vandað og þannig að fólk, sko, þá voru að hugsa mikið þessa vetrargesti sem eru að koma. Sumi kjósa það að vera í hótelrými og til að við getum svona komið meiri heilsársstarfsemi á gistinguna þá það liggur beinast við að setja upp og þá raunverulega myndum tengjast hérna þetta við burtu, þá myndum koma hérna bara áfram. Já. Og yrði hérna, við gangi miðinni og herbyggin væri sikkurum megin við og þá var þetta 25 herbyggi sem við næðum út úr þessum hérna. Þetta er þetta svo stutt í allt eins og þú veist, sko. Það eru bara 50 metrar í bensínstöð og matvöruverslun og banka og það er allt hér í kring, sko. Ég ætla að setja alveg fyrir mér og sérstaklega eins og varðandi landsmót ef það... Já, það er akkurat málið. 2014 geta allt hérna yfir maður. Já, alla svona stærri viðburði og ekki síst þegar eitthvað er að vera á svæðinu þá er svolítið atriði að geta haft svolítið fjölbreytta gistingu. Já. Sumi vilja taka þeir með stóra fjölskyldu, taka sumarhús og aðri vilja taka bara 2 manna herbyggi á hótelinu. Já. Þetta er það sem við erum að skoða núna í fullir alvöru. Ef allt gengur upp, þá ætlum við að reyna að ráðast í þetta sem allra fyrst að byggja hérna á einni hæð, hótelbyggingu hérna á þessum reit. Já. En það eru miklu möguleikar hérna á þessu svæði, náttúrulega ferðamanna, iðnaðurinn í heild, hann er náttúrulega stöðugt að bæta við sig og hérna það er náttúrulega bara eðlilegt að það þurfi að bæta við, sko, bæði í gistingu og annað. Þurfum við ekki bara að huga meira að því að taka betur á móti gestunum og sinna þeim betur? Jó, og svo er líka, það er bara þessi betri gistingi sem við viljum gera hér, hafa herbyggin rúmgóð og vönduð, það er bara, fólk er að fara í frí og tala ekki um Íslendinga líka sem ef við horfum til fyrirtækja og þau vilja koma annarkvæmt í óvissuferðir eða svona degur helgi fyrir hjón eða eitthvað, þá vill fólk hafa svolítið að þægindum, sko. Það vill sofa í góðum rúmum og geta færið í heitu pottana og svona. Og það geta allir núna haft samband ef það eru ykkur svona óvissuferðir í gangi og þið eru með sal og veitingar og gistingu. Já, við erum að taka á móti stórum hópu núna alveg í þessum mánuði. Já. Svo er líka mjög vinsælt að skólahópar frá Englandi, þeir koma mikið til okkur að gista þá í húsunum og eru þá hér í bæði mat og morgumat og við erum að fá einn hóp núna bara í október. Já. 25 manna hóp sem verður hérna hjá okkur í 3 daga. Já. Saman sveitafélagi að koma mikið þing hérna, þeir verða hér í mat og kvöldmat og morgumat og 8-10 manna hópur núna. 17. og 18. október og það er bara, svo eru jólahlaðborðin framundan. Þetta er bara endalaus vinna, það er ekkert legið með tærnar upp í lofti núna framundan. Nei. Ég sé allavega alveg eldmóðun í augunum að þér. Já, þakka þér fyrir, það verður að vera. Maður verður að hafa trú á því sem maður er að gera, það gerist ekki öðruvísi. En hérna, ég bara óska ykkur allsins besta og gangi ykkur bara frábærlega vel með þetta og vonandi fáum við að sjá þetta bara rísa sem allra fyrst. Já, þakka þér fyrir það og við leggjum okkur fram við það og þið náttúrulega eru svo sem nýkomin á markaði líka, ég bara gangi ykkur vel líka og ég er bara ánægð með þetta framtak hjá okkur. Þakka fyrir það. Við reynum, gerum okkur besta. Það er engin spurning, mér líst vel á það sem komið er. Já, takk fyrir það. Og eins og þetta er náttúrulega eins og annað, bara fólk við þurfum að vinna bara saman og snýst alltaf að bara styðja hvert annað í þeim verkefnum sem eru í gangi þá. Já, líta björtum augum og framtíðina og vera jákvæð. Það er ekkert annað.